Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 14. maí 2019 og ég segi 1294. fund bæjarstjórnar Akraness settan. Hér eru mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar: Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og sá sem hér talar, Valgarður L. Jónsson, sem gegnir starfi forseta bæjarstjórnar á þessum fundi. Einnig eru á fundinum bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem sér ritun fundagerðar. Afsakið. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar og við tökum fyrir fyrsta mál. Það hefur málsnúmerið 1904-196. Þetta er fjárhagsáætlun 2019 viðaukar. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 27. apríl síðastliðinn viðauka númer 1 við fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar 2019 vegna tímabilsins 1. janúar til 31. mars. Breytingarnar leiða til hækkunar upp á 78.746.000 á áætlaðri fjárfestingaráætlun A-hluta sem verður þá áætluð samtals 1.321.888.000 á árinu 2019. Breytingar leiða til 6,8 milljóna króna lækkunar á handbæru fé sem verður þá áætlað samtals 414.979.000 á árinu 2019 og viðaukanum er vísað til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði svona örlítið að fylgja þessum viðauka úr hlaði og eins og fram kom hér í dagskrá fundarins að þá er þessi viðauki fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2019 og var samþykktur á fundi bæjarráðs þann 27. apríl síðastliðinn og eins og fram kom að þá leiða breytingarnar til breytingarnar á áætlaðri fjárfestingaráætlun A-hluta til rúmlega 78 milljón króna hækkunar og þau atriði sem leiða til þessara hækkunar og samþykkt hafa verið eru sem sagt Kaupalandi Æðarodda í Miðvogslandi, það eru 8,1 milljón og síðan voru 40 milljónir sem er niður yfir veggjum á Sementsreit, 30 milljónir vegna kennslustofu við Grundaskóla og það kemur einmitt fram í dagskrá fundarins og í gögnum, fyrirliggjandi gögnum að þessar breytingar leiða þá verði áætlunin rúmir 1,3 milljarður, sem sagt fjárfestingaráætlun A-hluta. Síðan kemur það jafnframt fram í þarna breytingarnar leiði til 6,8 milljóna króna lækkunar á handbæru fé sem er það áætlað núna er rétt hæpar 415 milljónir króna og þarna þetta er ákvörðun hækkun á fjárhagsáætlun vegna Guðlaugar. Það voru 6,8 milljónir þegar við ákváðum að auka opnunartíma. Það er aukin opnunartími, aukin rekstrakostnað, aukin opnunartími og það sem því fylgir hvað varðar Guðlaugu en hún hefur verið afar vinsæl og fólk sækir gríðarlega í þessa flottu viðbót hér á skaganum okkar. Úr sjóði, sem sagt í viðaukanum er líka kveðið á
breytingar við fjárhagsáætlun, samþykkta fjárhagsáætlun, og það úr sjóði 208-34995. Þar það styrkveiting til FEBAN, en það var samþykkt að veita 500.000 krónur styrkveitingu til FEBAN vegna 30 ára afmælis sem að þeir eiga félagið á þessu ári. Þarna undir líka rekstrarsamningu við Klífurfélag IA upp á 1,2 milljónir og verkefni bókasafn framtíðarinnar. Auk þessa eru breytingar sem félagið sér fjárútlát úr tækjakaupasjóði, en þar það hjartastuðtæki, ákvörðun að kaupa hjartastuðtæki upp á 300.000 sem gefið var við formlega opnun hérna á glæsilegri frístundamiðstöð hér upp að Leyni á laugardaginn, og mig langar að nota þetta tækifæri til að óska enn og aftur öllum hlutaðeigandi og skagamönnum öllum til hamingju með þá glæsilegu aðstöðu. Og þarna eru jafnframt tækjakaup fyrir tónlistarskólann sem samþykkt voru upp á rétt rúmar 1,5 milljón króna. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem að vilja taka til máls varðandi fyrsta fundalið? Svo ekki. Og þeir sem að samþykja þar með viðauka nr. 1 í fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar vegna ársins 2019 gjörðu svo vel að gefa merki, og hann samþykktur 9-0. Þá tökum við til við annan fundalið. Hann hefur málsnúmerið 18.09.184. Þetta aðalskipulag Smiðjuvelli, breyting. Hér að ræða tillögu breytingu á aðalskipulagi Akraness 2005 til 2017 vegna iðnaðarsvæðisins að Smiðjuvöllum samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Breytingin felst meðal annars í að landnotkunarreitir A9 og A10 eru sameinaðir í reit A8 og skipulagsákvæðin breytt. Gert ráð fyrir blandaðri landnotkun. Svæði I6 fyrir aðveitustöð rafveitu fært til austurs í samræmi við orðin hlut. Svæði VAF9 leiðrétt til samræmis við afmörkun lóðar. Tillagan var auglýst frá 5. mars til og með 28. apríl 2019 og engar athugasemdir bárust. Og skipulags- og umhverfisráð leggur þá til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og send skipulagsstofnun til staðfestingar. Og orðið laust varðandi þennan fundalið. Það enginn sem kveður sér hljóðs, og þá berum við þessa tillögu bara undir atkvæði fundarmanna. Þeir sem að samþykkja það að samþykkja þessa breytingu á aðalskipulagi Akraness og að breytingi verði send skipulagsstofnun til staðfestingar gjörðu svo vel að gefa merki. Það samþykkt 9-0. Þá förum við í þriðja fundalið. Hann hefur málsnúmerið 18.05.071. Þetta deiliskipulag Smiðjuvalla, Smiðjuvellir 12, 14, 16, 18, 20 og 22. Hér að ræða tillögu breytingu á deiliskipulagi Smiðjuvalla vegna lóðanna við Smiðjuvelli 12 til 22. Breytingin felst í að sameina lóðirnar við Smiðjuvelli 12 til 22 í eina lóð. Sameinu lóð ætluð fyrir léttan iðnað, þjónustu og skrifstofur. Tillagan var auglýst frá 5. mars til og með 28. apríl 2019 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og engar athugasemdir bárust. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild stjórnartíðinda. Og orðið laust varðandi þennan fundalið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Þannig að þeir sem þá samþykkja þessa deiliskipulagsbreytingu vegna lóða nr. 12, 14, 16, 18, 20 og 22 við Smiðjuvelli sem felst í að sameina lóðirnar í eina lóð og að deiliskipulagsbreytingin verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild stjórnartíðinda. Þeir sem samþykkja þetta gjörðu svo vel að gefa merki. Það samþykkt 9-0.
Þá förum við í 4. fundarlið, hann hefur málsnúmerið 1809-183. Þetta er aðalskipulag Flóahverfi, breyting. Hér er að ræða tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akraness vegna Flóahverfis sem auglýst var samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 frá 5. mars til og með 28. apríl 2019. Breytingi felst meðal annars í að landnotkunarreitur A11 er stækkaður 3,5 hektara. Gróðurbeltum er breytt til samræmis, sýndar eru tengingar svæðisins við megin gatnakerfi og tenging við iðnaðarsvæði I15. Flutningslína raforku jarðstrengur er sýndur norðan Akrafjallsvegar og austan Flóahverfis að sveitarfélagsmörkum. Engar athugasemdir bárust og skipulags- og umhverfisráð leggur þar með til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði samþykkt samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og send skipulagsstofnun til staðfestingar. Og orðið er laust varðandi þessa breytingu. Það er enginn sem að óskar eftir að tjá sig þetta. Þannig að þeir sem þá samþykkja með vísan til 31. greinar skipulagslaga þessa breytingu á aðalskipulagi Akraness og að breytingin verði send skipulagsstofnun til staðfestingar, gjörðu svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt 9-0. 5. liður þessa fundar hefur málsnúmerið 1807-128 og þetta er deiliskipulag Flóahverfi endurskoðun. Hér er lögð fram tillaga að breytinga á deiliskipulagi Flóahverfis sem auglýst var frá 5. mars til og með 28. apríl 2019 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Breytingi felst í að gatnakerfið er stækkað, lóðastærðum breytt og lóðum fjölgað. Stígar, umhverfis svæðið og gróðurbelti eru sýnd til leiðsagnar og nýtingarhlutfalli lóða er breytt. Engar athugasemdir bárust og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem óskar eftir að tjá sig hana. Þannig að þeir sem þá samþykkja þessa breytingu á deiliskipulagi Flóahverfis og að deiliskipulagsbreytingi verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda, gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. 7. fundarliður hefur málsnúmerið 1708-227 og þetta er deiliskipulag Akraneshöfn aðalhafnargarður. Á fundi skipulags- og umhverfisráð sem haldinn var þann 18. febrúar 2019 var fjallað tillögu að breytingu á deiliskipulagi Akraneshafnar sem var auglýst frá 18. október til og með 30. nóvember 2018 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Engar athugasemdir bárust og skipulagssvæðið nær til hluta aðalhafnargarðs og felst breytingi meðal annars í lengingu Brimvarnargarðs, endurnýjun á eldri bryggju og öldu deyfingu á milli aðalhafnargarðs og bátabryggju. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem óskar eftir að ræða hana. Þannig að þá bið ég þá fundamenn sem að samþykkja þessa deiliskipulagsbreytingu vegna Akraneshafnar og að breytingi verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsing gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda, gjörðu svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt 9-0. Þá förum við í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 1811-010. Þetta er deiliskipulag Akratorgs reits Sunnubraut 17. Hér er að ræða umsókn viðbyggingu sem felst í að byggja eina hæð ofan á bílskúr sem byggður var 2004. Samþykki meðeiganda fylgir með. Nýtingarhlutfall lóðarinnar er 0,43 en eftir breytingu var í nýtingarhlutfall 0,47. Heimilt nýtingarhlutfall samkvæmt greinargerð deiliskipulags Arnardalsreits
er 0,55. Grenndarkynnt var fyrir lóðarhöfum við Sunnubraut 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 og 24, Skagabraut 2, 4, 6 og 8, Kirkjubraut 32 og Merkigerði 21 og engar athugasemdir bárust. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt og send skipulagsstofnun og auglýsingu gildistöku birt í B-deild Stjórnartíðinda. Einhverju sem vilja ræða þessa breytingu. Það er enginn sem óskar eftir. Það er enginn sem óskar eftir því og fékk hérna smá ábendingu. Þetta að reiturinn í skipulaginu heitir Akratorgsreitur, ekki Arnardalsreitur eins og forseti las hérna upp staðar áðan. Þeir sem samþykkja þá þessa deiliskipulagsbreytingu á Akratorgsreit og að deiliskipulagsbreytingin verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsing birt í B-deild Stjórnartíðinda, gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá förum við í 8. fundalið. Hann hefur málsnúmerið 19.01.005. Þetta er fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér er lögð fram 3370. og 3. fundagerð bæjarráðs frá 27. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust fundagerð bæjarráðs. Og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að kannski fá að ræða hans utan dagskrár einn lið. Það er að fagna þeim degi sem við áttum mörg hver saman á laugardaginn þegar frístundamiðstöðin var formlega opnuð upp við Garðavöll og ég held að sjá þetta vitna í formann golfklúbbsins Leynis þar sem hann segir að þetta gjörbreytir allri þeirra starfsemi, þetta breytir svo mörgu líka bara fyrir hinn almenna bæjarbúa. Þarna er komin nýr veitingastaður í flóruna okkar hér á Akranesi sem að mér finnst bara vert að fagna. Mörg hver okkar hefur kannski borðað þarna og þetta er algjörlega til fyrirmyndar. Ég vil enn og aftur þakka því öllu góða fólki sem kom að þessari vinnu, allt frá bæjarstjórn síðasta kjörtímabils, þar sem að við vorum ákveðin tíma að komast á þennan stað. Hvernig eignarhaldið yrði á húsinu, hvernig rekstur yrði á svæðinu, hvernig æfingaaðstaðan myndi líta út og svo víðari. Þetta er ótrúlegt til þess að hugsa að það er ekki nema 2 ár síðan við byrjum að tala saman þetta svona af einhverju fullri alvöru. Og það hefur tekið 14 mánuði frá fyrstu skóflustungu þangað til að húsið var vígt. Þetta er bara ótrúlegt afrek. Og ég ætla bara að þakka stjórn golfklúbbsins, bæjarstjórn Akranes, núverandi og ekki síst síðustu bæjarstjórnar, framkvæmdastjóra golfklúbbsins, Guðmundur Sigvaldason, hann á algjörlega stórt klapp skilið fyrir sína frammistöðu í þessu máli. Að standast fjárhagsáætlun er líka eitthvað sem er ekkert þekkt í opinbera geiranum í dag, þó að þetta sé svona hálfpartið á könnu hins opinbera. Það verður bara að segjast. Það var engin gullstrá og eins og að vitnaði ræðu þarna á laugardaginn. Og auðvitað er þetta starfsmenn bæjarins líka sem er búin að koma þessu
með bara miklum þunga og ætla að nefna bara örfáa bæjarstjórinn okkar, Sævar Freyr Þráinsson, Sigurður Páll, sviðsstjóri skipulags- og umhverfisráðs, Alfreð Þór, umsjónarmaður fasteigna og fleiri. Ég vildi bara koma hér upp og fara yfir þetta aðeins, en langar þó að nefna tvennt sem að af því ég var nú að koma úr gólfi áðan og hitti þar konur sem að sátt inni og var að fá sér kaffi og köku, ekki í gólfi. Þá voru það einmitt að spá í þetta heiti á húsinu. Og þarf þetta að heita þessu óþjála nafni, frístundar miðstöð. Og geti þetta ekki bara heitið eitthvað húsið, tekið eitthvað úr umhverfinu sem að svo þetta sé nú þjált og svo við tölum ekki að við séum að fara að rugla frístundaheimili og frístundamiðstöð, það er ekki gott sko. Þannig að ég vildi bara koma því á framfæri, við kannski tökum umræðu þetta, hvort þetta hús förum í einhverja hugmyndasamkeppni það að þetta hús komi til með að heita eitthvað, eða við höldum okkur bara við þetta sem við köllum í dag frístundamiðstöð. Annað mál sem ég vildi nefna og við þurfum að bæta úr eru símamál. Og ég var búin að taka þessa umræðu við bæjarstjóra vor. Þetta er öryggisatriði að allir komist og geti hringt innan úr þessu húsi, það er ekki svo í dag. Og þetta er líka bara svona PR-mál. Fólk er að snappa og fólk er að senda á Instagram og annað, og ef þú kemst ekki í net þá fáum við ekki auglýsingu. Þannig að við þurfum að bæta úr þessu bara sem allra fyrst. Og þá að fundargerð bæjarráðs. Þá langar mig fyrst að nefna lið 3. Það eru verklagsreglur gerð viðauka og Kristjana Helga Ólafsdóttir kom inn á fundinn og kynnt okkur þá vinnu sem að hún er búin að vinna í þessum málum, og ég vildi bara færa henni bestu þakkir fyrir það. Það var virkilega vel unnið, vel framsett, og einnig viðaukinn sem að við vorum að samþykkja hér áðan. Ég held þetta sé bara tímabært að girða okkur aðeins í brók, ef ég má segja svoleiðis, að vinna betur í þessum málum, auka skilvirkni og vera svolítið með puttan á púlsinum þegar við erum að vinna í fjárhagsmálum bæjarins. Þá langar mig að nefna aðeins 7. lið sem er starfshópur framtíðar skipulag mötuneytismála Akranskaupstaðar. Ég ætla að færa núverandi meirihluta bestu þakkir fyrir það að mæta ósk minn það að við sjálfstæðismenn fáum að leiða þessa vinnu. Þetta er okkar fóstur frá síðasta kjörtímabil og ég kann bestu þakkir fyrir það. Þetta verkefni færir okkur gríðarleg tækifæri til hagræðingar í innkaupum, samræmingu matseðla, hollara og jafnvel betra mataræði fyrir einhverjar stofnanir þó að aðrar gætu jafnvel komið á pari, nýting mannvirkja og nýting tækjabúnaðar mun betur. En auðvitað fylgja svona verkefnum líka nýjar áskoranir. Og ef við erum að fara að elda, segjum sér svo, 2000 mat á nýjum stað, þá þarf væntanlega að finna leiðir í að transporta þetta einhvern veginn á milli. Og ég veit að þessi starfshópur er búinn að fá svona vilyrði fyrir viðtali við Reykjavíkurborg, velferðarsvið Reykjavíkurborgar, samtala, því þeir eru akkurat að sinna þessar þjónustu í dag, og það þarf enginn að finna upp hjólið og við getum væntanlega tekið eitthvað upp eftir þeim, og eins bara skólamatur í Reykjanesbæ. Ég held að ég bara láti hér staðan numið og þakka fyrir mig. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs? Það er
Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar bara einmitt að koma hér upp og fagna þeirri hugmynd sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að það gæti verið gaman að fara jafnvel í hugmyndasamkeppni meðal bæjarbúa nafn á þetta glæsilega mannvirki sem að opnaði formlega síðastliðinn laugardag og glæsilegt í alla staði og mér langar jafnframt, þó ég hef komið örlítið inn á það áðan, að þakka öllum þeim sem komu að þessu verkefni og þetta er ótrúlegt afrek. Það er kannski ég segi bara, ég er oft að fer oft út að skokka og skokkaði oft þetta framhjá á verktímanum og það var bara einn daginn var þetta gamalt hús, næsta dag var nánast komin bara grunnur og næsta dag var, þetta gerðist ótrúlega hratt. Það var alveg magnað og þegar maður hefur verið að sjá svona samantekt á framkvæmdatímanum þetta er ótrúlegt afrek. Og eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á þá er það núverandi og síðasta bæjarstjórn sem eiga þarna mikið hrós skilið fyrir að vinna að þessu máli og þeim sem tóku ákvörðun þetta færi kærar þakkir og það er ábendingar sem hún kom með Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi veit ég að verða tekna til skoðunar hér innan bæjarins. Ég vil jafnframt taka undir hvað var að dagskrárlið númer 3 verklagsreglur gerði viðauka og ég sat ekki þennan fund heldur var varamaður í minn stað inni á þessum fundi bæjarráðs en auðvitað búin að fara í gegnum þau gögn sem fyrir lágu á fundinum og fara í gegnum þetta allt og þetta er ótrúlega flott vinnubrögð sem að sjást í þessu verklagsreglum þessum drögum sem kynnt voru á þessum fundi. Vel framsett og ég tek undir það að mjög tímabært að vinna betur að þessum málum því það hefur komið ábending að það sé ekki verið að fara að lögum og reglum hvað varðar gerð viðauka þannig að þarna er heldur betur verið að taka utan það og færa þetta í betra horf. Ég vil jafnframt vekja kannski athygli á dagskrárliði númer 4 sem er prentun greiðsluseðla að bæjarráð samþykkti að við hættum nú að prenta greiðsluseðla vegna fasteignagjalda og þetta er mjög mikilvægt finnst mér því að við erum alltaf að horfa í þessi vistvænu spor og þetta er líka mikilvægt að við þurfum að horfa í þær krónur og aura sem við höfum til umráða og það hefur verið þannig að hefur verið 3,1 milljón árs grundvelli innheimta þessara gjalda en með því að hætta að prenta þetta þá getum við sparað 2 til 2,3 milljónir en mér finnst mjög mikilvægt það sem kemur hér fram í bókun bæjarráðs að þetta verði mjög vel auglýst að þeir sem óski þess að fá greiðsluseðla eigi kost á því að fá þá útprentaða. Hvað var það dagskrárliði númer 6 þá hlakka ég ótrúlega mikið til að sjá afrakstur þeirrar vinnu í haust. Hvað varðar niðurstöðu starfshóps framtíðarskipulag mötuneytismála. Ég er ánægð með þá góðu samvinnu sem var í aðdraganda að stofnun þessa starfshóps og legg miklar vonir við það góða samstarf áfram. Og já, það verður bara mjög ánægilegt, mjög spennandi meina ég, að sjá hvað mun koma út úr þessu hvað varðar meðal annars lýðheilsusjónarmið og annað slíkt sem tengist mat hjá stofnunum bæjarins og sérstaklega svona hvernig við getum stigið stærri skref þar samhliða því að vera að fara inn í verkefnið heilsueflandi samfélag. Dagskrárliður 8, Vesturlandsvaktin styrkbeiðni. Hér langaði mig bara til að þakka öllum þeim sem eru og standa vaktina í hollvinasamtökum Heilbrigðisstofnunar Vesturlands að það er ótrúlegt hvað
hvað samtökin hafa gert mikið fyrir okkar heilbrigðisstofnun, hafa verið að kaupa tækjabúnað sem skiptir mjög miklu máli til að halda þjónustustigi stofnunarinnar áfram á sama grundvelli og hefur verið, og frábært verkefni sem að hollvinasamtökin hafa ráðist í núna á þessu ári sem eru að endurnýja rúmaflota, getur maður sagt það, rúmin á heilbrigðisstofnuninni, og velvilji samfélagsins og einstaklinga og félagasamtaka ótrúlegur að verkefni gengur að mér skilst vonum framar og miðað við þær upplýsingar sem maður hefur fengið. Að lokum langar mig að minnast á dagskrálið 9 sem IA TV styrkbeiðni, en bæjarráð samþykkti að fjárhæð 700.000 krónar kaup á nýrri myndavél og upptökubúnaði. Þetta er núna, þessi beiðni kemur inn núna í upphafi sumar og fjöldi fótboltaleikja og golfleikja og ýmissa annarri íþróttaviðburða á dagskrá sem að svona verður auðveldara að færa í mynd heldur en áður með tilkomu nýsbúnaðar, þannig ég fagna þessu líka. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, og næstur á mælendaskrá er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara að endurtaka ræðuna sem ég tók á laugardaginn, en bara tæka undir hvert einasta orð sem að hér var sagt og bara ætla að vera sammála sjálfum með síðan á laugardag. En þó ætla ég að bæta einu við, svona bæði gamni en þó í töluverði alvöru. Mér langar að minnast á eina mannesku sem var ekki talað á laugardaginn. Og það er hún Jóna Líndal Sigmarsdóttir, kona Guðmundar, sem er auðvitað búin að þurfa að leggja mikið á sig líka í sjálfboðavinnu í þessu húsi og styðja við manni sinn sem er varla búin að vera heima í 1,5 ár, sko. Bara svona, og ég haf nú verið að grínast við hana þarna í lokin, þá ætla ég samt að koma þessu að. Hún er auðvitað hetja líka. Góð hugmynd með heitihús. Ég held að sé fínt að við höfum farið á stað með þetta nafn frístundamiðstöð núna, bara til þess að stimpla inn að þetta á að vera alhliða hús, en ég tek undir að gera eitthvað, gæti svona markasett þetta á skemmtilegri hátt, og þannig, já, góð hugsun. Svo ætla ég bara að upplýsa það að ég er þegar búin að senda á framkvæmdastjóra tæknisviðs Vodafone og óska eftir því að þeir bæti úr þessu farsímasambandi í húsinu, og ég er að bíða eftir að fá upplýsingar hver hefur tekið við sem framkvæmdastjóri tæknimála hjá Nova. En þeir sem eru í viðskiptum við Símann hafa mögulega átt að segja á því að það er gott samband frá Símannum í þessu húsi, sem er auðvitað vegna þess að sá sem hér stendur sá til þess að þetta svæði væri gríðarlega vel tengt á sínum tíma. Ég hef lokið máli mínu. Á sínum tíma. Takk að bæjarstjóra fyrir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Svo er ekki. Þá ætla ég að leyfa mér hérna bara svo að það verði nú örugglega fært til bókar að taka undir þær hamingjuóskir sem að hérna hafa verið færðar fram vegna frístundamiðstöðar við Garðavöll. Full ástæða til að óska öllum hlutaðeigandi til hamingju og bara skagamönnum öllum til hamingju með þetta glæsilega mannvirki og þessa glæsilegu aðstöðu sem að mun án efa auðga mannlíf og lífsgæði íbúa á Akranesi, og tek undir þær þakkir sem að hérna hafa verið sérstaklega færðar Guðmundi Sigvaldasyni, framkvæmdastjóra golfklúbbsins, fyrir alveg magnaða vinnu í þessu verkefni. Og einnig færi ég þakkir til stjórnar golfklúbbsins, bæjarstjórnum 2, þessari og þeirri síðustu, og til starfsmanna Akraneskaupstaðar sem hafa komið að þessu verki. Þannig að
Þetta verður örugglega bókað í þessa fundagerð hér með. En fundagerð bæjarráðs númer 3373 er þá hér með lögð fram. 9. dagskrárliður þessa fundar hefur málsnúmerið 19.007. Þetta er fundagerð skóla- og frístundaráðs á árinu 2019 og hér er lögð fram 104. fundagerð skóla- og frístundaráðs frá fundi sem fram fór þann 12. apríl síðastliðinn. Og orðið er laust þessa fundagerð. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Hér til umfjöllunar ein fundagerð skóla- og frístundaráðs sem er reyndar orðin örugglega mánaða gömul. Eitt og annað sem langar að ræða þarna. Þarna eru reyndar 4 mál á fundinum. Fyrsti liður er íbúaþing skólamál. Það er tekin ákvörðun þarna á þessum fundi að íbúaþing fari fram í september og unnið verður áfram að inntaki og framkvæmd. Gott og vel. Það var ákveðið hér í bæjarstjórn að 13. nóvember 2018 tillaga fulltrúa sjálfstæðismanna að fara þessa vegferð og vinna af miklum krafti í þessu og koma þessu þingi á voru 2019. Þannig að þetta eru pínu vonbrigði, svo ég tala nú allavega út frá mér að þetta hafi ekki náðst. Vissulega hefur eitthvað verið unnið að þessu máli, til að mynda þó að komi kannski ekki beint sem undirbúningur undir íbúaþing, heldur þessi fundur sem var haldinn í fjölbrautaskólanum mögulega tilfærslu á efsta bekk grunnskólastigsins þangað. En svo er haldinn rýnifundur. Ég hefði viljað að kannski gögn á bakvið skóla- og frístundaráðsfundina væru ítarlegri fyrir kannski svona leikmann eins og mig sem siti ekki í ráðinu. Þá væri rosalega gagnlegt allavega svona ef það væri frekari gögn inn í gáttinu, og mér skilst að á einhverjum tímum þá eru gögnum bara varpað upp á skjá og fundamenn geta ekki kannski undirbúið sig sem skildi til þess að koma með gagnrýni eða bara einhverjar ábendingar. Þannig að bara svona, svo ég seti mig í fótspor bæjarfulltrúar Gerðar Jóhannu sem kom upp á síðasta fundi og var að brýna okkur til dáða með betri fundaritun, þá ætla ég bara að gera slíkt í sama núna. Að reyna aðeins að gefa kannski svona bókunum aðeins meiri dýpt. Mér langar svona aðeins að bara spyrja íbúaþingið. Hvernig ætlum við að hátta þessu áfram? Eru menn nokkuð ennþá á þeim stað að spyrja sig hvernig ætlum við að gera þetta? Ég vona að það sé komin einhver vinna af stað það hvernig og hverjir ætla að taka þátt í þessu og hvert er markmiðið með þessu, hvað ætlum við að fá út úr þessu, þannig að það sé einhver vinna farin af stað, því það gerist ekkert mikið í sumar, skiljiði mig. Þá eru allir komnir út allt í sínum fríum. Annar liður er innritun leikskóla og þar er bara skrifa innritun lokið og mér langar bara að forvitnast hvernig þetta heita mál, hver lendingin í því var. Við höfum búin að takast aðeins á þetta, þar sem að leikskólarnir eru bara að verða fullsetnir og við erum svolítið að reyna að passa okkur og reyna að undirbúa það hvernig við getum mætt þessari aukningu á þörfum á plássi í bænum. Þannig að ég vil líka bara forvitnast hér, innritun lokið, hvað þýðir það? Hvar var línan dregin? Og var það eitthvað frávik frá því sem var áætlað eða hver var lendingin? Ég gat ekki lesið mig til það.
Starfshópur framtíðarþörf á leikskólaplássi á Akranesi er þó 3. liður. Þarna stendur í fundargerð starfshópur kynnir loka niðurstöður og þarna var ekkert til dæmis inn í gáttinni fyrir okkur hinna bæjarfulltrúan til þess að glögga okkar á í rauninni hver var niðurstaða þessa starfshóps og ég get rétt ímyndað mér að það hefur verið erfitt að undirbúa sig fyrir þennan fund þegar að gögnin lágu ekki fyrir. Svo kemur hérna í bókun að drögin hafi verið kynnt og vísað til afgreiðslu í fundar ráðsins í maí og það er væntanlega þá seinni fundurinn í maí, þetta var ekki að dagskrá fundurins í dag sá ég. Þannig að ég vildi bara svona líka fá forvitnast þetta af því að maður er svolítið utanvelta í þessum málum. Bara svona áminning fyrir okkur öll og ég held að við getum aldrei verið og gagnrýnin á það hvernig við bókum í fundargerðum. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Svo í svari spurningum bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttir þá hefur alveg verið unnið í þessum málum og bæjarfulltrúar Sandra getur eflaust sagt að það er komin ákveðin grind sem snýr að hvernig skólaþingið á að vera. En það var ósk starfsmanna skólans fyrst og fremst að færa fundinn fram á haust. Af því að þeim fannst bara erfitt og bara hentaði ekki að hafa núna í maí. Það er svo sem kannski bara aðalega það og allir ráðsmenn, það var alveg bara, við vorum öll sammála því að samþykkja það, þeirra ósk. Svo kannski annað, ég kannast ekki við að gögn hafa aldrei komið inn á gáttina og bara varpað upp, en þegar við verið að ræðum skýrsluna starfshópsins, það stendur líka dröga skýrslu kynnt sem sýnir það að skýrslan var ekki fullbúin og við vorum að kynna niðurstöðurnar. Niðurstöðurnar eru alveg nákvæmlega það sömu ennþá en ætlum að taka þetta fyrir að fundi í dag en það vantaði kafla inn í skýrsluna og þess vegna var ákveðið að fresta því fram á næsta þriðjudag en þá er annar fundur hjá okkur. Innritun í leikskóla, þetta fór sem er liður 2. Það fór þá þannig að öll börn sem eru fædd í apríl 2019 komust inn. Við vorum að vonast til þess að einhver börn fædd í maí kæmust inn en bara fjölgun í bænu var þannig að það gerðist því miður ekki þannig að börn komust inn sem eru fædd í maí. Við gerðum ráð fyrir að það yrði 10 pláss laus eftir að við varum búin að taka inn börnin í apríl en svo endaði þannig að það eru bara 6 laus fyrir þá börn sem eru að flytja núna í bæinn. En svo kannski bara svo í svari sem er bókunin þá er náttúrulega alltaf bara gott að fá einhver að tala um það og það væri þá kannski ágætt ef þú myndir bara geta heyrt og þú getur þá farið með mér yfir hvernig best að gera þetta í staðinn fyrir að vera alltaf að tala um það í bara ræðustól. Það er bara ágætt að gera það þannig. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég held að kannski varðandi það sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir var að vísa í varðandi það að gögnum væri varpað upp á skjá. Það snýr í rauninni að drögunum frá starfshópnum. Það er í rauninni lágu náttúrulega ekki nein gögn fyrir í gáttinni og skýrslunni var bara varpað upp á skjá og ég svo sem óska eftir því að við fengjum skýrsluna í rýni áður en hún er tekin fyrir með formlegum hætti og ég held að það sé bara mikilvægt og það má kannski og auðvitað alltaf þetta velta fyrir sig hvernig er best að gera hlutina en ég held að það sé alltaf ágætt að fólk fái þau gögn sem eru til umfjöllunar
fyrir fundina. Þú veist, alveg sama í hvaða ráð eða nefnd eða hvar það er, bara til þess að gera umræðina markvissari og ég held að við höfum bara að taka þetta, þessa umræðu þannig að við getum alltaf bætt okkur og og það er kannski svo sem eins varðandi bara, þú veist, ef við veltum fyrir okkur eins og varðandi innritun í leikskóla, þar liggja engin gögn fyrir fundinum. Þú veist, ég held að þetta sé bara eitthvað svona sem við getum bara velt fyrir okkur að við getum bætt. Að þú veist, það liggja eitthvað gögn fyrir til þess að taka ákvörðun út frá. Og þú veist, ég held að það sé bara gott að venja sig á það, að það sé bara sett inn með fundabúðinu. Þannig að fólk hafi þá bara allar upplýsingar. Ég held bara svona, taka undir þetta og það er í sjálfsögðu eins og varðandi íbúaþingi skólamálin, það er auðvitað rétt hjá bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur að það var voru allir ráðsmenn sem tóku undir það ákvörðun en ég vil nú kannski ítreka það að ég tók nú svo sem alveg fram að mín ósk hefði verið að þetta væri gert núna í vor en hins vegar tel ég mikilvægara að við vöndum vel til verka og gerum þetta í sátt við skólasamfélagið og fáum góða hluti til að vinna úr til þess að gera skólasamfélagið á Akranesi betra. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðra sem á okkur hlýða. Ég vil þakka formanni skóla- og frístundaráðs Báru Daðadóttur fyrir sín svör. Ég nú seint talin einhver snillingur í fundargerð og að ég fara að leiðbeina fólki hvernig það eigi að gera það en mér finnst þetta bara liggja svolítið í augum uppi alveg eins og Gerður Jóhannsdóttir bæjarfulltrúi gerði hér á síðasta fundi og fékk hún ekki sneið fyrir eins og ég fæ núna. Þannig að mér þykir það nú miður að því að fyrir mig sem bæjarfulltrúi og ykkur öll þá er náttúrulega alltaf best að við séum upplýst og fundagáttin er bara einn þáttur þar að ég þurfi ekki sem utanaðkomandi ráðsmaður að taka upp símann og spyrja hvert einasta atriði af því að það vakna spurningar þegar ég les fundagerðir. Þannig ég er bara að brýna okkur með það að bara vinna þetta aðeins betur. Og það má vel vera það sé á fleiri sviðum og fleiri starfshópum sem má gera það. Og það var nefnt fundagerð Höfða á síðustu fundi. Þannig að við skulum bara aðeins taka þetta bara til okkar og held þessi algjörlega ástæðulaust að fara í einhverja skotgrafir með það. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo er ekki. Og er þá þar með 104. fundargerð skóla- og frístundaráðs lögð fram til kynningar. 10. dagskrárliður hefur málsnúmerið 19.01.006. Þetta er fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og hér eru tvær fundargerðir lagðar fram. Númer 104 frá fundi sem framfór 17. apríl síðastliðinn og númer 105 frá fundi sem framfór 8. maí síðastliðinn. Og orðið er laust þessar fundargerðir og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla fyrirfram að byrja á því að biðjast afsökunar á því að ræða það sem ég ætla að ræða því að sennilega hefði ég nú getað fengið útskýringar á því ef að ég hefði mætt
sem sagt á þá síðasta bæjarstjórnarfund og þá þann fund í velferðar- og mannréttindaráði sem ég langar að fjalla hérna aðeins og svona í kjölfar á því sem að undan hér hefur gengið athugasemdir við hvernig við bókum og annað að þá ætla ég nú að fara inn á þá braut að vanda aðeins til og beini því þá til okkar allra að við vöndum okkur í því hvernig við skráum dagskrárliði í fundargerðum og tek undir það sem sagt hefur verið hér að við mögum alltaf líka að gera betur í fundarbókunum og við eigum bara að benda hvort öðru á það ef okkur finnst að það hefði betur mátt fara og hefum ekkert að vera feimin við það. Það sem ég hrökk við þegar ég var erlendis og hafði ekki tök á að komast hér á fund var það að ég las í fundargerð bæjarráðs sem var haldinn hér 11.4. að þar var tekið fyrir beiðni frá Brynju hússjóði stofnframlag til íbúðakaupa. Dagskrárliðurinn kynntur sem íbúðir fyrir fatlaða einstaklinga stofnstyrkur til Brynju hússjóðs. Þetta fer svona í gegnum bæjarráð og vísað til velferðar- og mannréttindaráðs. Ef ég les fundargögnin þá get ég ekki séð í sjálfu sér að Brynja hússjóður séu að sækja stofnstyrk til að fjárfesta í íbúðum fyrir fatlaða einstaklinga. Eins og kemur fram í bréfinu frá Brynju hússjóði þá gera þeir líka alveg eins og við gerum greinamun á öryrkjum og svo fötluðu fólki. Við allavega vorum búin að móta okkur ákveðna stefnu hér í íbúðar úrræðum fyrir fatlað fólk og ég hafði tekið fullan þátt í því þannig að þetta sló mig aðeins þessi yfirskrift á fundarliðnum. Ég held ég hef mist af einhverju en kannski þetta eitthvað í gangi við Brynju hússjóð sem ég veit ekki en ég get ekki lesið það úr þeirri umsókn sem að þeir senda inn. Þannig að fyrsta lagi þetta greinilega skráð vitlaust inn. Þetta fer í gegnum bæjarráð eftir því sem ég best séð athugasemdalaust og svo rætt í velferðar- og mannréttindaráði. Þannig að ég ætla svona kjölfara á þessar umræðu sem hefur verið. Ég ætla ekki að gera athugasemd við það að við vinnum með Brynju hússjóði. Ég held við að gera það og ef að þeir eru tilbúinir að koma að því að finna húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk líka þá eigum við bara að skoða það mál. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð þetta. Ég held ég sé búin að tæma punktana mína hérna en ég ætla bara, við eigum að benda hvort öðru á ef okkur verður á og það kannski einhver sem getur útskýrt þetta akkurat þetta svona, ef þetta á að vera svona. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Við fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Ég bara vil þakka bæjarfulltrúa Einari Brandssoni fyrir þessa ábendingu og ætla bara varðandi allar gerðir
ritanir fundar gerða hjá okkur öllum að við verðum bara að hjálpast að þessu og mér finnst ég er bara mjög svegt út í sjálfum með að hafa sjálf ekki átt að með að hafa tekið eftir þessu og það hefur verið geggjað að hefur við bara á fundunum Einar bæjarfulltrúi takk fyrir og bara við hjálpumst að þessu alltaf best, takk Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar og mannréttindaráðs, það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vildi jafnframt bara koma hér upp og þakka bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni fyrir þessa ábendingu og mér finnst miður í rauninni að þetta hafi farið svona í gegnum bæjarráð. Eins og það fór að það þetta er auðvitað þetta er umsókn Brynju húsi og öryrkjabandalagsins sem umræðir að þeir séu að óska eftir stoppframlögum kaupa tveggja íbúðum, alls 10 íbúðum, 12% stoppframlagi og þetta er bara góð ábending að við rýnum öll sömul betur í heiti dagskrárliða inni á fundum og við tökum það bara öll til okkar. Takk kærlega fyrir þessa góðu og þörfu ábendingu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar og mannréttindaráðs. Svo er ekki og eru þá hér með fundargerð velferðar og mannréttindaráðs nr. 104 og 105 lagðar fram. Þá erum við komin að 11. fundarlið og jafnframt þeim síðasta á þessu fundi. Þannig er málsnúmeri 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir, nr. 111 frá 29. apríl síðastliðnum og nr. 112 frá 7. maí síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Þetta eru á 2 fundargerðir. Mér langaði svona bara, ég ætla ekki að taka allt fyrir, en mér langaði hérna til þess að ræða lið 7 í fyrri fundargerðinni sem er sem sagt deiliskipulagsbreyting Skógarhverfi 2, breyting á Fagralundi, þar sem við erum að breyta einbýlishúsalóðum, lóðum nr. 1, 2, 3, það er ekki telt allt upp í raf- og parsalóðir. Með þessum breytingum erum við að reyna að mæta kannski því ástand sem er að skapast að það hefur verið mjög mikil eftirsókn í raf- og parsalóðir meðan eftirspurn í einbýlishúsalóðir hefur ekki verið eins mikil. Það helgast kannski að því að verktakarnir eru meira að horfa í stærri einingar. Við eigum enn svolítið af einbýlishúsalóðum og svo náttúrulega með þarna þegar Skógarhverfi 3 kemur inn að þá koma inn þá bæði töluvert af einbýlishúsalóðum og raf- og parsalóðum. Þannig ég held að þetta sé mjög góð ráðstöfun til þess að við lendum ekki í lóðaskorti. Svo langaði mig líka til þess að nefna benda á lið nr. 10, það er umhverfisstefnan. Þó að hafi ekki verið á þessu fundi, heldur fundi viku seinna, þá var ákveðið að við ætlum að hafa ráðstöfununa 23. fimmtudaginn semst í næstu viku klukkan 5:30 upp í glæsilegri frístundamiðstöð. Það er búið að mæra hana það mikið í dag, ég held ég þurfa ekkert að bæta við, þetta er glæsilegt hús og allir þeir sem komist ekki á laugardaginn geta það allan að hafa tækifæri til að koma núna og ég held sé bara mjög mikilvægt að við langar bara til að hvetja sem flesta til þess að koma og þarna er bara tækifæri fyrir okkur öll til þess að varpa fram okkar hugmyndum og líka bara til að hlýða aðra. Fyrirkomulagi verður svona þjóðfundafyrirkomulag og það sem verður skipt í hópa og menn ræða málin. Ég vil sé bara, þetta er mjög mikilvægur vettvangur og mér finnst það bara, þetta er líka bara mjög spennandi. Meira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs.
Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Það gleður mig mjög að við erum öll samstiga því að gera betur og þegar kemur að fundagerðanum okkar og það eflir okkur og við verðum bara sýnilegri fyrir vikið, þannig að ég þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa tekið undir það hér sem eftir mér komu fyrir það. En núna ræðum við fundagerðir skipulags- og umhverfisráðs og það er eins og áður segir 2 fundagerðir sem eru lagðar fram og ég er með nokkrar fyrirspurnir og ég byrja kannski bara á fyrirfundagerðinni sem er númer 111. Þar er 7. liður Dalbraut 4 hönnun þjónustu rýmis aldraðra og þar ákveður ráðið að ganga til samninga við Eflu verkfræðihönnun. Mér langar bara að forvitnast hvernig var þessi niðurstaða fengin í málinu, var leita tilboða eða eitthvert útboð í þessu og af hverju þá Efla. Þá næst langar mig að ræða lið 9. Suðurgata 108. Þarna er skipulags- og umhverfisráð að leggja til í bæjarráð að húsið verði sett á sölu samkvæmt kvöðum í meðfylgjandi minnisblaði. Ég var mjög hissa þegar ég sá þetta. Bæjarráð vísaði þessu niður til skipulags- og umhverfisráðs ekki fyrir svo alls löngu, held ég bara þar síðasta fundi eða eitthvað svo. Þegar við vorum að ræða niðurrif á veggjunum umhverfis sandþróna á Sementsreitnum að það yrði tekið til greina að Suðurgata 108 yrði rifin og það verði að leita fjármagn til þess. Þannig að þetta var svolítil kúvending í þessu máli og mér finnst skrítinlegt að því og ég spyr bara hvaðan kemur þetta? Er þetta hugarfóstur skipulags- og umhverfisráðs eða er ykkur utanaðkomandi sem hefur áhuga á að kaupa þetta og þá er ágætt að fá að vita það. Mér fannst líka svolítið merkilegt að lesa úttekt fasteignasala þar sem að það er svolítið víða pottur brotin í þessu húsi og þess að ég ætla að tiltaka það eitthvað ítarlega hér í ræðustól þegar við eigum eftir að taka þetta fyrir í bæjarráðinu og sitt mörg spurningamerki við það, þó ég sé nú ekki fasteignasali, en þá er líka ágætt að leita ráða 2 aðila. Ennþá meira er ég rasandi hissa þegar ég les niðurstöðu þessara úttektar að menn ætla að fá x margar milljónir fyrir þetta hús. Mér finnst vera að taka svolítið kúvendingu í þessari uppbyggingu á þessum reit með því að halda þessu húsi. Mér skilst að einhver aðili hafi farið, eða embættismaður bæjarins hafi farið þarna inn og tekið húsið einhverju leyti út, varðandi myglu og annað. Gott og vel, en ég var hissað þegar ég sá þetta og ég eiginlega krefst svara hvaðan þetta kemur. Mér finnst þetta bara hamlandi líka kannski jafnvel fyrir uppbyggingun á Suðurgötu sem er vissulega tilbúin til uppbyggingar. Og mér líður illa að selja eitthvað með kvöðum. Ég ætla bara að segja það hér. Hvað gerist ef menn standa ekki við það? Og í hvaða hnút erum við þá komin? Erum við með seljanlegar, eða erum við með góða lóðir sem að liggja nærri þessu húsi? Bara það er kannski síðastar að því Grýlan stendur ennþá. Ég spyr mig. Þetta var eitthvað svona sem að ég rak augun í að því að þetta var ekki sendingin sem að skipulagsráðs fékk niður til sín. En
Allt í lagi, við eigum eftir að taka á því í bæjarráðinu. Þá langar maður að nefna umhverfisstefnu Akraneskvistar og hrósa skipulags- og umhverfisráði fyrir bara flotta vinnu. Og það komin fín drög að þessari skýrslu og fengið færa sérfræðinga með sér í lið. Og þetta var einnig samþykkt á fundi okkar í bæjarstjórn 13. nóvember að eftir tillögu okkur sjálfstæðismanna. Og það var lagt mikið kapp í að þetta er klárt í apríl og maí er ekkert mál, það er bara flott og er að standa ykkur vel í þessu og hlakka bara til að mæta á þennan fund sem formaður skipulags- og umhverfisráðs fór yfir hér áðan. Það nefndi hann 23. maí klukkan 17:30 og ég ætla að gera bara slíkt sama og hvetja okkur öll að taka þátt í því. Að fundargerð númer 112 þá langar maður aðeins bara að forvitnast í örstuttu máli. Það er 3. liður og hann heitir Keilufélag Akraness fyrirspurn framkvæmdir. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarráð að Keilubrautir verði endurnýjaðar, áætlaður kostnaður 25 milljónir. Mér langar bara aðeins að forvitnast þennan gjörning. Hvað er verið að leggja til hér? Hvað er skipulags- og umhverfisráð virkilega að leggja til? Er það þessi fjármunir? Hvenær? Hvað ná að taka þá? Þannig að mér langar bara aðeins að fá svona smá dýpt í þetta. Af því að það er svo sem búið að eiga samtal við Keilufélagið dágóðan tíma. Og þessar brautir að mér skilst hafa verið endurnýjaðar fyrir einhverjum árum síðan, kringum 2012. Það er eitthvað svoleiðis plus mínus. En og bara við skulum hafa þá líka alveg á hreinu að þetta er líka samkeppnisrekstur. Og við skulum hafa það líka hugfast með hvað hætti við getum komið til móts við leigufélagið. Við Keilufélagið ætla ég að segja. Þannig að ég langaði svona bara að forvitnast hvað er skipulags- og umhverfisráð að fara fram á við okkur í bæjarráðinu. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér upp og með nokkra spurningar. Fyrst var það liður 6 í fundargerð númer 111. Þar spyr hún af hverju var samið við Eflu og á hvaða forsendum. Efla er með alla blokkina, það var farið í verðkannanir. Þeir komum bara mjög vel út og það var mat okkar og mat starfsmanna niðri að það yrði alltaf dýrara og flóknara að fá inn annan hönnuð á þessu rými sem tæki við á hönnu hinum inn. Svo ætla ég að svara með Keilubrautirnar. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði hvað er verið að fara fram á. Við erum ekki að fara fram á neitt, við erum að beina til bæjarráðs að Keilubrautirnar verði endurnýjaðar. Hún vék einnig að því að brautirnar hefði verið endurnýjaðar 2012. Það er ekki rétt, þær eru yfirfarnar 2012 en það sem er aðalega þarna það eru vélarnar. Vélarnar eru frá 1970 og þær eru ónýtar. Þær eru ekki ónýtar en þær eru bara orðnar slitnar og búnar. Og núna er starfsmaður á skipulags- og umhverfissviði að fara yfir í raun og veru og meta það algjörlega hvað í vélum og brautum annað, hverju þarf að skipta út. Við þurfum líka að fara í framkvæmdir sem snúa bara öryggisatriðum og eldvörn og öðru
sama hvort að þarna verði keila til framtíðar eða eitthvað annað. Það þarna brotalamir sem við höfum fengið ábendingar og svo skil ég ekki alveg þetta með samkeppnisreksturinn. Ég bara botna það ekki alveg. Við erum að fagna hérna á því að við séum að opna frístundamiðstöð. Það ekki samkeppnisrekstur? Við keyptum vélaskemmu af golfklúbbnum, fellir það líka undir samkeppnisrekstur? Við erum að reisa reiðskemmu upp í Æðaróta, fellir það líka undir samkeppnisrekstur? Það sem við erum fyrst og fremst að hugsa þarna, það bara að tryggja íþróttaiðkun. Vélarnar eru í þannig ástandi að það ekki hægt að keyra þetta nema það eru 2 aðilar í keilufélaginu sem hafa kunnáttina til þess að bara umgangast þessar vélar vegna ástandsstæða og aldurs, og það mjög erfitt að keyra æfingar eða vera með eitthvað viðburði nema þessi 2 aðilar séu á svæðinu. Og það bara rosalega erfitt í svona rekstri, sama hvort það heitir keila eða annað, að það velti, öll íþróttaiðkun velti okkur 2 aðilum. Það bara eiginlega ekki hægt. Við höfum fengið að vita það að ef að hugsanlega keilufélagi flytur eitthvað tíma seinna, þá mjög auðvelt að flytja þessar brautir og vélarnar. Það komu hingað frá Keflavík á sínum tíma og það mjög auðvelt að flytja þetta. Þannig að við teljum best að allavega það fari fram þetta mat, hvað það sem, og hver kostnaðurinn á bak við það að þarna endurnýja vélar og yfirfara brautir og fara náttúrulega sjálfsögð í þessar aðgerðir sem þarf bara upp á eldvarnir og annað slíkt og beinum því svo til bæjarráðs. Við erum náttúrulega bara fagráðið, endanum liggur þetta hjá bæjarráði. Svo var það liður númer 9. Framkvæmd við Suðurgötu 108. Sko, ég veit ekki hvort að ég á að taka á mig ábyrgðina. Við samþykjum á sínum tíma niðurrifið, beinum því til bæjarráðs, réttara sagt, niðurrifið á veggjónum. Bæjarráð samþykki það og bókar jafnframt að hafi skulu undirbúning á rifi á Suðurgötu 108. Ég verð það bara að taka það á mig að ég bara var algjörlega á móti því. Mér finnst galið að við séum að rífa eitthvað sem í bara liggi hellinga peningum. Ég ekki sammála því að þetta tefji eitthvað uppbyggingu eða verði eitthvað lítið. Við erum með gömul hús þarna í sömu röð, við erum til dæmis með hliðina á Leirdalinn, gamalt timburhús, stendur ein lóð á milli, svo kemur ein auðlóð og þá kemur Suðurgata 122 held ég, sem sjálfsagt minnsta einbýlishús í Evrópu. Og ég ekki sammála því að þó að þarna standi gömul hús að það verði eitthvað lítið á svæðinu. Og ég heldur ekki sammála því að við getum ekki selt með kvöðum. Það bara mjög algengt að húsnæði sé selt með kvöðum, alls konar kvöðum. Kvöðum viðhald, kvöðum endurbætur, alls konar kvöðum. En ábyrgðin liggur þá sjálfsagt hjá mér. Ég fór með þetta inn í umhverfisskipulagsráðs. Þar þetta afgreitt í gegn. Við vorum öll sammála það allan að fá mat, en svo enn og aftur þá náttúrulega liggur þetta undanum hjá bæjarráði. Þeir hafi völdin til þess að vísa aftur niður eða ekki sammála. En ef við bara berum saman verðið sem fasteignasali, og það alveg rétt, við getum fengið annan fasteignasala, við getum fengið 2 aðra til þess að meta húsnæði. En verðið allan sem við höfum fengið gefið upp í húsið, eða mata húsinu, bara það mikið meira en við fáum fyrir lóðina. Kostnaður við að rífa húsið 8 milljónir uppgefið og bara, mér finnst það að vera sóun á peningum að henda þessu. En vissulega, ef við seljum húsnæðið, þá eigum við að selja það með kvöðum af því við erum að byggja upp á fallegum stað og við viljum að húsnæðið þessu þarna, það sé vel við haldið og það sé falleg og það er öllum til sóma. Og við eigum alveg að geta gert það. Mér fannst bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir í að því að við værum að halda þessu eftir fyrir eitthvað sérstakann eða eitthvað. Það hefur enginn komið á málið mig sem vil kaupa það. Ok, það er reyndar ekki rétt. Það hafa 2 komið á málið mig eftir að ákveða þetta, en þeir eru ekki mér nokkuð skyldir og ég hef enga hagsmuni þar. Og ég vona að eftir að koma 100 málið mig og vilja kaupa þetta hús, því ég bara vona að það fá að standa og það verði selt. En
Mér allavega, ég ekki sammála því að við eigum bara að rífa ef við getum komið þessi notkun og við getum gert úr þessu peninga og þetta eins og þetta hús þarna, mér finnst það bara fallegt hús en þú veist, svo það bara misjafnt mat, það bara við höfum sem betur fyrr höfum við þarna misjafnt mat á því hvað fallegt og hvað ekki, annars erum við vondum málum hinni en þarna, já ég vona að ég hafi bara náðu að svara flestu þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, átti bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Ég þakka formanni skipulags- og umhverfisráðs Ragnar B. Sæmundsssyni fyrir greinagóð og fín svör. En auðvitað erum við ekki alltaf sammála. En það bara þannig. Og mér finnst hættulegt að bera saman epli og appelsínur þegar við erum í þessu. Þegar við erum að horfa ólík hús. Ég spyr mig ef þetta hús svona mikið virði, af hverju þá ekki ykkur mikil starfsemi í því í dag? Af hverju ekki búið að taka þessa ákvörðun að gera þetta, þar sem við ræddum á síðasta kjörtímabili, að taka þetta hús niður. En þetta kúvending í þessu máli með nýjum formanni skipulags- og umhverfisráðs. Og hann þá bara tók á sig ábyrgðina og gott og vel. Varðandi, hann spyr samkeppnisakstur. Ég var margs fróðari í vikunni þegar ég heimsótti eftirlitsstofnun ESA. Þar sem að mörg sveitafélög hafa lent í miklum erfiðleikum og dómsmálum þegar að kemur að leigu, eða við getum sagt leigu innan gæsalappa á húsnæði og þar sem að viðkomandi í samkeppnisrekstri. Við getum bara sagt skýrasta dæmið hér ræktin. Það bara þannig að ef við ætlum að fara að greiða niður einhverjar leigu eða rekstur eða taka þátt í því með einum öðrum hætti þá þá það eins og gráusvæði. Og ég held að það sé bara gott fyrir okkur alltaf að hafa það bak við eyrað eins og þegar við vorum að gera samning við Íþróttabandalagið. Að þegar við vorum að reyna að finna heppilegustu lausnina þar. Það var snúið við steinum sem voru bara snúið aftur við af því það bara dæmi gekk ekki upp. Golfvöllurinn finnst mér ekki skýrt dæmi þetta en við getum þá verið ósammála. Golfklúbburinn algjörlega að reka þessa starfsemi sem þar. Auðvitað fá þau styrk til þess eins og önnur íþróttafélög og ég sagði hér áðan, ég held að sé heppilegt að kannski skoða með hvað hætti við getum komið að því að styrkja keilufélagið og gríðarlega flottir krakkar sem hafa verið að koma þarna fram og ég alls ekki að gera lítið úr þeirri íþróttaiðkun sem á sér stað þar. En mér langar bara svolítið að vita, þetta í vissulega jaðarsport. Hversu margir eru að stunda þessa íþrótt versus aðrar og með þá fjármuni sem við ætlum að láta til. Við höfum staðið hér og rætt með hvað hætti við höfum geta stutt við Klifurfélagið. Það eru samningar sem við hafa komið inn í bæjarráðið og þar eru verið að kaupa okkur tíma sem bara gott mál. Við vitum að mörgum íþróttum eru krakkar að fara sem eru afrekskrakkar að fara til Reykjavíkur í betri aðstöðu af því við erum bara ekki í stakk búin að bjóða upp á betri aðstöðu. Við getum nefnt sundkrakkana, fimleikakrakkana sem hafa verið að fara í fimleikahúsin til Reykjavíkur til margra ára til þess að komast í gryfju. Og það þykir bara alveg eðlilegt. Þannig að ég bara
að fá þetta svona, ég bara vill fá ítarlegri gögn og greiningu á bak við þetta og það var svo sem komið þess inn á það hér áðan en auðvitað Keilan samkeppnisrekstur þar sem að hann sem þarna í forsvari getur vissulega leigt út aðstöðuna og til hópa, fyrirtækjahópa, ég veit að það hafa komið hér fyrirtækjahópar úr Reykjavík og farið í Keilu og þá spyr maður sig líka bara hver leigan af því þetta mannvirki bæjarins. Þannig að bara skoðum þetta vel og metum í rauninni með hvað hætti bæjarfélagi getur staðið myndilega að baki Keilufélaginu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þessar fundargerðir, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom hér upp og sagði að við værum ekki sammála. Það algjörlega á hreinu. Ég skil bara ekki þetta með Suðurgötuna og þetta með að ef húsnæðið svona verðmætt, af hverju höfum við ekkert gert? Ég allavega þeirra skoðunar að Bjarnarlaug sé eitt okkar verðmætasta húsnæði, ekkert koma á neitt. Þar bara horfum við fram á það í vetur að við fengum bara gulaspjaldi vegna þess að loftið að detta ofan í laugina. Við getum horft á jaðarsbakkana, af hverju höfum við ekkert gert? Það ekki verðmætt hús? Það bara, þar hefur viðhaldið verið sinnt of lítið viðhald. Þetta engin rök þó að húsnæði sé verðmætt að því hafi ekki verið sinnt. Bara í mínum huga, þetta mjög verðmætt húsnæði, þá algjörlega heima þarna með bara þann tíðaranda sem var þegar það var byggt á og við horfum í húsin í kring og ég skil ekki af hverju við þurfum að ryðja öll í burt og hvar eigum við þá að stoppa? Með húsin standa hinum með götuna? Það lagi? Eigum við að mega húsin þarna með götuna með Mánabraut til dæmis standa? Það stendur eitt hús þar. Og það lagi? Af hverju má það ekki standa sem fyrir ef það eru falleg hús og við fáum fyrir það pening? Hingað til allavega höfum við talað það að við okkur vanti hverja krónu og mér finnst þarna bara að vera að sóa peningum. Það að segja ef við nýtum það ekki. Ef við snúum svo aftur yfir að Keilunni, þá skil ég heldur ekki bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Ég skil ekki í hvað við eigum að horfa. Eigum við bara að horfa í fjöldan? Verða að vera x margir iðkendur til þess að styrkja það? Ég skil það ekki. Við erum þarna, eins og við komum inn á hann, raun og veru, bara að reyna að tryggja íþróttaiðkunnina. Mér finnst þetta ekki vera miklir peningar til þess. Og það getur vel verið að við séum hérna á gráu svæði í samkeppnisrekstri. Það vissulega hægt að leigja þarna salinn, en það líka hægt að leigja gólfvöllinn. Það líka hægt að leigja sundlaugina. Þú getur leigt öll okkar mannvirki. Þannig að við hljótum allstaðar að vera í sömu klemmunni. En það sem ég skil ekki með eins og Keiluna og þessi jaðarsport, hvar eigum við að draga línuna? Til dæmis bara motocrossið eru ekki nógu margir þar. Eða skotuðifélagið eru of fáir. Eigum að beina þeim til Reykjavíkur. Hvar eigum við að draga línuna? Ég alveg sammála því að við getum ekki hlaupið eftir öllu. Ef ég kem hér inn og eftir með hvað einhver hugmynd á leiðinni niður tröppurnar, að það ekki hægt að styrkja mig bara í rót. En þarna eru félög sem hafa verið að gera mjög góð hluti. Keilan hefur verið að gera mjög góð hluti. Oft á tíðum með þarna og mörg þessi jaðarsport, oft á tíðum með einstaklinga sem þrífast ekki öðrum íþróttum, þó það sé ekkert algilt. En Keilan hefur verið að ná mjög góðum árangri í barna- og unglingastarfi og 25 milljónir finnst mér ekki vera brjálæði og við getum bara verið sammálaðir þá að halda Suðurgötunni því við fáum mismunni þar og vel það.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Jú, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að blanda mér í þessa umræðu, annars vegar Keilufélagið og svo kannski aðeins Sementsreitin og Suðurgötuna, fína húsið þar. Bara svona til upplýsingar að þá var það eitt af mínum fyrstu verkum sem nýjum bæjarfulltrúa hér 2010 að vinna að því að Keilufélaginu voru útvegaðar, semst það var kannski ekki mín vinna að þeim eru útvegaðar eitthvað en allavega útvegaðar peningar fyrir þeim búnaði sem var keyptur þá á sínum tíma sem að voru, eins og kom fram hér áðan, vélbúnaði fyrir Keilubrautirnar. Ég held að það sé rétt minna að Keilubrautirnar sem slíkar þær voru gerðar upp og fínar í framhaldinu af því að við skiptum út þessum brautum og þetta á samningurinn við Keilufélagið gerður seint árinu 2010 og ég held að þetta hafi verið sett upp og komið í gagni 2011 ef mann rétt, en það allavega þá á þeim tímapunkti þá settum við 6 milljónir í þennan pakka og samkvæmt þeim samningi sem við gerðum þá við Keilufélagið var þá verið að horfa á það að styrkja það góða starf sem að var í unglingastarfinu hjá þeim og áttum þá og eigum enn mjög góða einstaklinga í Keilu en við vorum líka var skrifað inn í þennan samning að það væri vaxandi áhugi sem almenningsíþrótt Keilan en það hafa verið mér í rauninni svolítið vonbrigði síðan þá og hef svona haft tök á því að fylgjast aðeins með því þó ég sé ekki alltaf heima hjá mér. Ég sakna þess að það sé fleiri almenni tímar fyrir hinn almenna íbúa Akranesi að geta farið þarna og spila Keilu eins og ég hafði að vísu væntingar en það er rétt sem að fram hefur komið hér að það koma þarna hópar og spila og Feban hefur líka haft gott aðgengi að þessu húsnæði og ég veit að þeim hefur verið vel sinnt. Þetta er svona smá söguskýring á þessu verkefni en eins og fram hefur komið hér að vissulega eigum við að þegar við höfum tök á því sem bæjarfélag að styrkja íþróttastarf og ég hef alltaf haft það þá að leiðarljósi að við séum að styrkja starfsemi fyrir unglinga og krakka, styðja það. En að öðru leyti ætla ég nú ekki að blanda mér í þessa umræðum Keiluna. Það fer sennilega sína leið og í kerfinu hjá okkur og við höfum tök á að tjá okkur það á þeim vettvangi. Hitt sem að mig langar aðeins að impra á líka eru þessar umræður Suðurgötu 108 var ekki rétt, mennaði mér, jú. Ég er nú þeirra skoðunar og við ræddum þetta mikið á síðasta kjörtímabili og í þessari umræðu Sementsreitin allan að sá heildarsvipur sem við kannski vorum að leita eftir að ná þegar
við fáum þennan reit sem er sett inn til uppbyggingar að nýta þá tækifærið að forma þá byggð sem við viljum sjá alla leið upp að Suðurgötu og í mínum huga var í rauninni aldrei annað í stöðun en að þau hús sem eru neðanverðu við Suðurgötu frá Suðurgötu 108 og upp að því sem var kallað í mínum yngri árum Danielsvegstæði að í rauninni færu öll þau hús sem væru þar og vikju þá og þar að leiðandi þetta litla einbýlishús sem er þarna á Suðurgötunni. Mér finnst nýtingin á þeim lóðum ekki góð eins og það er núna og ég er ekki sammála formanni skipulags- og umhverfisráðs að þetta hús Suðurgöta 108 er forljótt eins og það er núna og ég las eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir líka skýrslu fasteignasalans úttektina og mér fannst hún svona að því að ýmislegt væri að en það væri í rauninni ekki vitað hvað væri mikið að. Þannig að verðmæti hússins er kannski eitthvað en ég held að verðmæti okkar og fyrir reitinn sem slíkan sé miklu meiri í heildina litið þegar við látum þessi hús hverfa og tökum heildstæða mynd á þá byggð sem mun þarna rísa. Á móti þessu húsi er nýlegt hús, tiltölulega forljótt líka en við rífum það svo sem ekki en ég held við höfum tækifæri, alveg einstakt tækifæri og við höfum talað það í mörg ár núna að móta þennan reit og við skulum ekkert fara í eitthvað stríð með einhver gömul hús önnur. Það eru, sem sagt, við töluðum það á sín tíma að hugsanlega gætum við gert eitthvað á Mánabrautinni, á milli Mánabrautar og Suðurgötu. Þar myndum við kannski leyfa og vinna að því að þar yrði kannski svona gamall byggingakjarni, kannski fluttangahús eða eitthvað og við höfum alveg möguleika á því enn. Það er búið að gera upp vel ákveðin hús þar, sóma sér fínt en ég ætla svona þó að við eigum kannski einhverjar 1 eða 2 milljónir út úr þessari sölu þarna á þessari lóð og þessu húsi að ég ætla að hvetja til þess að við rífum það sem fyrst. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi, er bæjarstjórinn Sævar Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom með inn í einni fyrirspurninni sinni hugleiðingu fjölda iðkenda og síðan voru talin upp reyndar af fleiri bæjarfulltrúum ýmis íþróttafélög. Ég var rétt í þessu að senda á bæjarstjórnina þetta skjal sem ég uppfærði bara meðan að þið voruð að tala sem að gefur ykkur yfirsýn yfir rekstur íþróttafélagana 2017, fjölda iðkenda sem er gefið upp á ákveðnu bili á því ári og eftir að uppfæra þetta fyrir 2018 og síðan er henni hvernig eignarhaldi er fyrir komið, hvort að við eigum húsið, hvort það er á byggingastígi hús sem við erum að vinna eða hvort að það sé eigu íþróttafélags. En fjöldi iðkenda hjá þeim íþróttafélögum sem voru nefnd af ykkur bæjarfulltrúum er Efri Mörk, Fimleikafélagið 468
Golfklúbburinn Leynir 490, Keilufélagið 60, Klifurfélagið 75, Skotfélag Akranes 112 iðkendur. Lokið máli mínu. Takk fyrir bæjarstjóri og næst á mælindarskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða og takk fyrir að leyfa mig að koma hér upp aftur og þakka bæjarstjóra snör handtökin eins og honum von að vísa og þetta náttúrulega eitthvað gögn sem við þurfum að taka með okkur þegar við erum að taka ákvörðunir fjármagn okkar bæjarbúa í hvert krónurnar eiga að fara eins og segir í skemmtilegu myndbandi. Ég ætla að vona ég hafi nú ekki verið að ergja formann skipulags- og umhverfisráðherra, hún var svo heit í hamsi áðan að hann kom upp og það er allt í lagi að vera ósammála og takast á hlutina og það er bara ekkert að því við fylgjum okkar sannfæringu þegar við tökum ákvörðun og það er bara svoleiðis. Hvar á að stoppa, segir hann. Ég veit hann hefur kynnt sér deiliskipulags uppdrátt reitsins mjög vel, þannig hann veit alveg hvar á að stoppa og umræðan á síðasta kjörtímabili var öll á þá leið eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson vék hér svo vel að áðan að þetta hús myndi víkja þar sem að ásýnd skipulagsins myndi vera betra með heildrænni mynd. Mér finnst ekki rétt að vera að bera þetta hús saman við Bjarnalaug eða eitthvað slíkt. Það er húsnæði sem við erum að nýta undir íþróttastarf í bænum og jaðarsbakkar og við getum litið okkur nær þegar kemur að viðhaldsfjármunum og við höfum rætt það hér oft í pontu að það er ekki nóg og hefur ekki verið nóg í mörg ár. Þannig að það er ekkert verið að benda á núverandi meirihluta með það. Mér ég er alveg að tala Keilufélagið upp. Ég bara svo það sé alveg á hreinu og ég fannst ég gera það hér ágætlega áðan en það er reynilega ekki alveg komið til skila. Það var nefnt motocrossið. Þeir hafa verið að fá styrk. Þeir hafa bæði fengið styrk varðandi barna- og unglingastarfs og þeir hafa fengið styrk til framkvæmda. Skotfélagið hefur fengið styrk til framkvæmda. Núna síðastliðin held ég á 2 fjárhagsárum að mig minnir. En þeir eru ekki með styrk vegna barna- og unglingastarfs og það gefur alveg auga leið af hverju það er. Það eru ekki börn sem að bera vopn upp á velli. Það er eins með Kára. Kári er ekki að fá barna- og unglingastyrk. Þannig að við þurfum líka að bera saman réttu hlutina þegar við erum að horfa í þetta og þetta skjal hér líka sem að kemur hér upp og auðvitað er þetta fjöldi iðkenda bæði barna og fullorðinna. Þetta eru gríðarlega margir í golfklúbbnum sem eru fullorðnir. En þetta eru við líka rosalega lánsöm að þetta félag er alveg ótrúlega ríkt af flottum félagsmönnum sem eru duglegir að leggja hönd á plóg. Og það er líka kannski þess vegna sem að Guðmundur Sigvaldason, framkvæmdastjóri, fékk allt þetta fólk með sér og kannski stór hluti að því hann stóðst fjárhagsáætlunina. Þannig að ég er ekki að segja hér að hvar er að stoppa og það er alveg greinilegt að það er vilji hjá formanni skipulags- og umhverfisráðs að fara í það að kaupa nýja brautir og gera aðbúnað á Vesturgötu betri. Gott og vel, en við skulum þá taka heildarmyndina og sjá hvað þetta kostar og hvar við ætlum að taka þá fjármuni. En við bara ræðum þetta mál frekar með að því við höfum eftir að taka á þessu við formenn flokkana í bæjarráði og það er aldrei að vita nema við náum sameiginlega lendingu því.
og það er alveg óskandi. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næsta mælendaskrá varstu morðir því? Nei. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Mér langar aðeins að fjalla Suðurgötu 108 og í rauninni þá stefnubreitingu sem að lögð til að hálfu skipulags- og umhverfisráðs í þessu máli og vil bara brýna okkur til dáða í því að taka ekki ákvarðanir slíkar breytingar nema mjög yfirlögur á því. Það er búið að vera að vinna varðandi þennan reit í langan tíma þar sem menn eru búin að rýna það og setja ákveðna stefnu varðandi það hvernig hlutunum verði best fyrir komið og auðvitað er það þannig að við erum kannski ekki alltaf öll sammála en ég hef komið hér áður í pontu og brýnt okkur í því að hugsa til langrar framtíðar og vera svolítið svona fyrirhyggjusöm í því hvernig við skipuleggjum bæjarfélagið okkar og þarna er búið að leggja mikla vinnu í það að skoða með hvað hætti því sé best fyrirkomið að skipuleggja þetta svæði og þar inni er þá í rauninni gert ráð fyrir því að þetta tiltekna hús víki og ég lasi við þetta minnisblað líka varðandi þetta hús og verð að segja það að verðmiðin á því kom mér verulega mikið á óvart svo ekki sé dýpra í áranna tekið. En ég bara vona það að við náum líka bara frekara samtali og samstöðum það hvernig við hefjum uppbyggingu á þessum mikilvæga reit fyrir okkur Akurnesinga. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Mér langar líka að koma hérna aðeins svona mína sýn á Suðurgötu 108. Í umræðinni hafði ég aldrei heyrt annað en að þetta hús væri ónýtt og það kom mér því verulega á óvart að svo var ekki. Og því langar mig að spyrja semstjóra, nei, ég meina bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir. Var ekki svo flottan titil hérna einu sinni, allavega varðandi niðurrið á sementsreitnum. Hvar kom það fram nákvæmlega að þetta hús hefði verið metið ónýtt? Því að umræðan er svo sannarlega búin að vera þannig. Og ég hef ekki séð þau gögn en óska þá hér með eftir að fá að sjá hvar þau liggja. Mér finnst við bara þurfa að vanda okkur í þessu eins og öllu öðru og að mínu mati, 40 milljónir í bæjarsjóð að því kefnu að húsi fara á svo fínan penning eins og matið er. Það væri náttúrulega ágætt en það er líka eitt að byggja upp í takt við umhverfið sem fyrir og það er ákveðin kúnst. Í öllum drögum sem ég hef séð að sementsreitnum og tillögum að honum þá er skuggamynd af þessu húsi. Ég man allavega ekki svipinn og ekki svona við upprifun mína núna eftir því að hafa séð einhverja tillögu eða að þessum reit þar sem að húsið er hreinlega tekið út. En bara, mín 2 cent í þessum ræðu, takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Næstur mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Hér kom bæjarfulltrúi Einar Brandsson upp, fór vel yfir það sem keilufélagið kringum 2010. Svo sem ekkert að ræða meir keiluna, hins vegar langar mér að ræða þessum
Suðurgötu 108. Mér finnst ekki sniðugt ef við komum hér upp og nefnum tölur eins og Einar gerði 2 milljónir í milli. Hann veit betur og við eigum ekki að fabulera út í loftið. Við vitum sem hér inni erum hvað mati á þessu húsi og við vitum hvað kostar að rífa á hvert lóðaverðið er og við vitum það sjálf að það er mun meira en 2 milljónir á milli. Við getum alveg verið ósammála hvort að húsnæði sé fallegt eða ekki, en það er ekkert okkar hlutverk að ákveða hvaða hús eru fallegt eða ekki. Það er hins vegar okkar hlutverk að ráðstafa fjármunum bæjarins sem best og ég tel það að vera svona. Mér finnst fásinni að við séum farin að tala um það hér að rífa öll hús fyrir neðan rífa eða fjallega fyrir neðan Suðurgötu og nefnum þar Daníelsvegstæði og ég veit ekki í hvaða skipulag menn að horfa þegar þeir tala um að Daníelsvegstæði og 1 stykki fjárhús sem þar standa fyrir neðan sé ekki inn í skipulaginu. Nei, það sagði ekki. Ok, það getur þá bara komið upp og leiðir það. En það er ekki okkar hlutverk að rífa, kaupa hús eins og það. Við fengum fyrirspurn hérna daginn hvort við vildum selja eða hvort við vildum kaupa eina íbúð sem var ekki gengið á. Við eigum hérna íbúðin í húsinu, við hefum þá kannski átt að gera það og rífa ef við vildum rífa fyrir. Sú umræða eða kom ekki hér upp. Svo kom hér bæjarstjóri Sævar Freyr upp með mjög góðar tölur sem hann er búinn að senda okkur og Rakel talaði að við ættum ekki að bera saman þetta húsnæði og til dæmis Bjarni Laug er alveg sammála því en það sem hún hins vegar vísaði í áðan viðhald, af hverju værum ekki búin að sinna viðhalda þessu húsnæði eða öðrum það á alveg sama við annars staðar það er bara í mjög langan tíma sem er kannski eðlilegt bara eftir hrun og annað þá drógu menn bara úr viðhaldi og bara við erum ennþá, það var verulega bætt í síðustu 2 bæjarstjórnum og við vonandi bara tekst okkur að bæta í núna enn frekar viðhaldið en það er samt ásamt ekki að afskrifa það hvort að húsnæði sé gott eða ekki hvort það ekki er sinnt viðhaldið og ég vil líka varpaði fram hérna árið 2017 þá voru 8 skráðir í motocrossi þannig við getum hér með bara afskrifa út frá þessu og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir upplýsti hérna áðan að það hefði verið veitti styrkir í barnastarf hjá motocrossinu en það er 8 skráðir þannig að ég veit ekki þá samkvæmt þessu þá bara ef að þurrkað út það er 8 skráðir 2017 samkvæmt ársskýrslunni þannig að ég er ekki að ná þessu Sandra kom hérna upp og talaði að við ættum að fara varlega. Ég er algjörlega sammálaði. Það er mjög flott vinna hana í skipulagi annað og ég vona okkur lánist það að við ekkert að hræra of mikið í því. Þó sjálfsagt komið fram kröfur alls konar breytingar og nýtingar hlutfall annað en að við verðum bara svolítið náum að halda okkur við það sem þarna er. En ég er hins vegar á því að við eigum alltaf að horfum kringum okkur og ef við sjáum eitthvað sem betur mætti fara að þá finnst ég að við eigum alveg allan að taka umræðuna. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og þar sem spurningum var beint hér til bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir þá býð ég henni hér upp til svara. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúa og aðrir sem á okkur hlýða eflaust allir farnir í Eurovision-gírinu og löngu búin að slökkva okkur en þetta eru 4 ára skemmtilegar umræður. Ég fagna því. Hvaðan kemur þetta, hvar kom þetta fram, var nefnt hér áðan. Öll svo vinna á þessum 3 árum sem við vorum að vinna þessu skipulagi. Þá var þetta rætt í síðustu bæjarstjórn, að þetta hús myndi víkja. Af hverju
hverju voru allir aðilar sem voru inn í þessu húsi að fara út úr þessu húsi? Lions-hreyfingin, bæði kallaklúburinn og konuklúburinn var þarna inni, Stangveiðifélagið var þarna inni. Af hverju fóru þeir út úr þessu húsi? Það þarf ekkert að spyrja af hverju þeir fóru. Það var bara ólíft inn í þessu húsi. Svoleiðis var bara, þetta var samtali sem við áttum á síðasta kjörtímabili og ég sé að formaður skipulags- og umhverfisráðs hristir hausinn, en þetta bara staðreyndir. Hvort sem að núna eitthvað nýtt upp á teningnum, það má vel vera, en þetta var ástandið þá. Og ég bara að koma hér upp og útskýra það, af hverju. Auðvitað húsið ennþá inn á skipulaginu því lóðin, hún ennþá eins. Að tala skuggavarp eða reitin, auðvitað húsið ennþá inni af því það ennþá deiliskipulagi. Og lóðin ekki að breytast. Það er alveg eðlilegt að það sé ennþá þar inni. En takk forseti fyrir að leyfa mér að koma hérna upp í 4. sinn og ég ætla bara að loka þessari fundargerð og segja takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég tel mig knúinn til þess að koma hér upp til þess að árétta það sem ég sagði hér áðan, að ég talaði það að það væri mín skoðun að öll þau hús frá og með Suðurgötu 108 og upp að því húsi sem í mínum ungdæmi var kallað Danielsverkstæði, þau ættu að hverfa. Ég talaði ekki það að Danielsverkstæði ættu að hverfa, enda flott hús. Þannig að ég vona að formaður skipulags- og umhverfisráðs hafi náð þessu þá núna. Hann talaði hér fjármuni, ég nefndi hér ákveðna tölur sem dæmi í máli mínu hér áðan og mér langar að rifja það upp og ég hef nefnt það hér áður í þessum ræðustól og á fundum hér að það er mín skoðun að við sem sveitarfélag eigum að horfa fram í tímann aðeins og við eigum að móta okkur ákveðnar skoðanir hver breytingin muni verða á bæjarfélaginu og þar af leiðandi eigum við að kaupa upp eignir sem við teljum að verði fyrir því skipulagi eða þeirri uppbyggingu sem við viljum sjá fram í tímann. Og mér finnst að við höfum sleppt okkur tækifæri þegar okkur bauðst til sölu hér íbúð á Suðurgötunni að við skildum ekki kaupa þá íbúð. Við eigum aðra íbúðuna, við erum með svæði þarna sem við viljum fara á stað með í uppbyggingu og breytingar og það hús, það er alveg forljótt og ekki að heima í því sem maður vildi sjá og það sæmi sér engan veginn við hliðina á því sem var kallað Danielsverkstæði í mínum ungdæmi og myndi sóma sér vel að fá góðan og nýjan nágranna þar við hlið. Öll umræðan Suðurgötu 108 þann tíma sem ég siti í bæjarstjórn hefur verið á þá leið að það hús sé ónýtt og þetta er í fyrsta skipti núna sem að ég verð var við það að það sé talið einhver verðmæti í þessu húsi. En það er engin verðmæti í rauninni í húsinu. Verðmætt sem slíkt,
það segir ekkert það hvort að þetta hús fari á þessar 40 milljónir sem hafa verið nefndar til dæmis. En okkur og mér sem bæjarfulltrúa þessi ár sem ég hef setið hérna, mér hefur verið talið trú það að þetta hús sé ónýtt. Ég hef farið inn í þetta hús. Mín skoðun svo að þetta hús eigi að fara. En það kemur kannski í ljós að það sé hægt að fá fúlgufjár fyrir þetta hús og þá mun formaður skipulags- og umhverfisráðs ábyggilega berja sér á brjóst og fagna því, en mín skoðun sú og hefur alltaf verið þetta hús á að fara og öll þau hús sem að standa neðanverðu við Suðurgötu þar frá og að Danielsverkstæðinu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða? Já, það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir sem næst á mælendaskrá. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég var að spyrja henni eftir því hvort að húsið hefði fengið formlegt mat á því og verið dæmt ónýtt, sem það hefur greinilega ekki verið þó umræðan hafi dæmt það, heyri ég. Ég ætla rétt bara að nefna eitt áður en við hættum, eða vonandi, þá ætla ég að lesa fyrir ykkur örstutt með leyfi forseta upp úr Perlum Faxaflóa, þar sem að Suðurgöta 108 hefur hverfisverndina rauðan flokk. Og þar það meira að segja metið í hverfisvernd í rauðum flokk 3. Og þetta er faglegt mat þeirra sem byggðu þessa skýrslu á þessu húsi. Og burtséð frá smekk okkar á húsinu, við höfum öll okkar skoðun á þessu húsi, að þá þetta talið hafa mikið varðveislugildi. Og ég ætla svo sem ég geta þreyta ykkur lestri hérna upp úr, en þið væntanlega lesið þetta á sínum tíma, en bara minna á það. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er orðið ljóst að ég mun missa af Eurovision. Og því sem komið þá held ég að sé nú rétt að maður kelli sér í pontu. Þetta hafa verið áhugaverðar umræður Suðurgötuna og líka íþróttafélögin. Mér langar til að ávarpa hvort tveggja. Varðandi Suðurgötuna þá það auðvitað þannig að ég held að í umræðinni hafi það nú verið með þeim hætti og í huga allavega okkar sem sátum í síðustu bæjarstjórn, þá var í rauninni húsið ónýtt. Og þó að það ekki komið fram mat, hvorki frá heilbrigðiseftirliti að húsið var óíbúðarhæft eða að það væri í þeim skilningi ónýtt, þá var það allavega öllum ljóst sem að þar voru inni að það var inni í áætlunum að húsið myndi víkja. Það alltaf erfitt að ræða smekk. Ég til staðfest það Ragnar B. Sæmundsson, hann hefur mikla ástríðu fyrir þessu húsi og hefur beitt sér í skipulags- og umhverfisráðinu fyrir því að húsið fá að standa og það kom mér mjög óvart að við skildum fá verðmat sem í rauninni langt umfram það sem maður hafði haldið áður og í rauninni líka í þeim umræðum sem þar voru að það gæti verið kostir að breyta húsinu örlítið sem að myndi gera það meira aðlaðandi og það var í rauninni á þeim grunni sem að ég tel að skipulags- og umhverfisráð ákvað að fá þetta verðmat og þetta skildi þá verða skoðað í því ljósi.
Nú þýðir það ekki endilega þó að skipulags- og umhverfisráð hafi ákveðið að fá þetta verðmat og þá sjáum við hvað blasir við okkur í dag. Það er metið á ákveðinu upphæð sem er langt umfram sem við flest gerum ráð fyrir að væri. Þá getur þetta svo niðurstaða orðið á endanum að húsið víki og það séu önnur atriði sem að séu metin þá meiri eða hærri í varðandi reitin og það er kannski eðlilegast að við tökum svona umræður eins og varðandi þessa þegar við erum að horfa á skipulag á reitunum í heild sinni, þannig að við getum tekist á í svona kannski karptón á, þó við séum ekki kannski gera það hér úr pontu, að þá ættum við að taka sameiginlegan fund jafnvel þá Suðurgötuna eins og hún leggur sig. Þannig að við tækjum þá umræðu bara á dýptina, bara saman eftir eða fyrir bæjarstjórnarfund og það verður þetta ekkert nema kostur og þá geta menn forgangsraða hvað manni finnst fallegt eða ekki fallegt og hvort að það sé í lagi að vera með nýtingarhlutfall upp á 0,01% á verðmiklu reit. Það er auðvitað atriði sem við þurfum að taka tillit til. Ég greiddi atkvæði með því að við myndum fá þetta verðmat og ég stendi sjálfsögðu við þá ákvörðun. Það er mér hins vegar engin harmur ef að húsið verið síðan metið eða er að víkja. Ég hef verið á þeim vagni að mér þótti þetta hús ekki aðlaðandi og taldi í rauninni það væri ónýtt, en það kann vel að vera að aðrar myndir af því húsi gætu breytt þeirri skoðun. Það kemur auðvitað bara ljós síðar. Það eru fleiri hús hér á Akranesi sem við þyrftum í rauninni að taka umræðum og er ekki endilega á semenseinum og ég er sammála bæjarfulltrúa Einar Brandtssyni og við höfum svo sem talað það allavega í síðustu bæjarstjórn að við myndum skoða það að kaupa upp jafnvel heilu reitina ef því var að skipta til þess að flýta fyrir umbreytingum á húsnæði sem við í dag teljum kannski að ætti að víkja. Hitt mál sem ég langar að nefna, það er þetta varðandi íþróttafélögin og þessi umræða keilufélagið. Þetta er alltaf viðkvæm umræða, hverjum þykir sinn fugl fagur og við höfum sjálfsagt eins hér eins og annars staðar hvert okkur uppáhaldsgrein og tengjumst þeim. Það er hins vegar þannig að við eigum ekki að taka endilega kaleikinn frá íþróttabandalaginu að forgangsraða örlítið því sem snýr að íþróttunum. Við erum að leggja töluverða fjármuni til íþróttafélagana og það er auðvitað ákveðin kostur fyrir okkur að vera ekki endilega í skotlínu þegar að íþróttagreinar er að keppa innbyrðis. Og þó það hafa aldrei verið ávarpað í pólitík hér inni, þá er það auðvitað þannig að ef við gerum einstaklega vel fyrir einhver íþróttagrein eða mannvirki fyrir ákveðin íþróttagrein, þá kunna aðrar íþróttagreinar að þurfa að bíða og jafnvel bíða lengur heldur en þau hafa þolinmæði til og þá er ágætt að horfa á íþróttabandalagið sem slíkt til þess að hjálpa okkur að taka ákvarðanir forgangsröðun fjármuna akkurat í þessum tilgangi. En við megum heldur ekki gleyma því, þó við viljum gera vel við íþróttirnar, að það eru þetta mörg lögbundin verkefni sem að við erum kannski á nippinu með að uppfylla þær kröfur sem eða þær væntingar sem gerðar er til okkar sem þjónustu veitanda. Og við þurfum auðvitað alltaf að vigta það á móti íþróttunum þó að þær séu ofarlega höfum okkar atriði til. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða þessar fundagerðir skipulags- og umhverfisráðs? Svo er ekki og eru þar með 111. og 112. fundagerð skipulags- og umhverfisráðs lagðar fram til kynningar. Nú, fleira er ekki að dagskrá þessa fundar. Ég þakka bæjarfulltrúum og fundamönnum öðrum fyrir góða fundarsetu og líflegar og skemmtilegar umræður og segi þessum fundi slitið.